Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og safnaðarprestur í Lofstofan Baptistakirkja. Þú ert að horfa á þennan stutta netþátt sem heitir Apologia, þar sem við dæmum okkur í spurningar hvað var það kristna trú. Spurningin í daginn í dag spurning sem ég fekk yfir vikuna og reyndar kemur þessi spurning oftast ekki sem spurning heldur sem staðreynd og fólk segir trúarbrögð orsakavaldur fyrir öllum stríðum í heiminum og ég man sérstaklega að hafa fyndið moment þegar við vorum að vinna að heimildamynd sem við köllum Christian by Default að tala trú og kirkjuna á Íslandi í dag og gefa utanaðkomandi fólki hugmynd hvernig trúarbrögð eru á Íslandi og hvernig fólk horfir á trúna á Íslandi og það var eitt fyndið að það var einn gæi að gefa sitt álit að trúarbrögð væri orsakavaldir fyrir flest öllu ofbeldi sem á sér stað í heiminum og meðan við vorum niður í bæ og klukkan var kannski miðnætti á laugardegi og fyrir meðan hann var að segja þessa hluti voru tveir aðrir gæjar fyrir aftan hann fullir að berja annan fullan gæja og ég hugsaði það mjög mikið kalt henni í þessu okkur núna en ef við demmum okkur bara í þetta segjum þetta, þessi setning trúarbrögð orsakavaldur fyrir ofbeldi í heiminum og stríðum í heiminum eitthvað til í því með rökum og ef það til bók sem heitir Encyclopedia of Wars og þar bók sem fer yfir öll stríð í sögu mannkynsins sem hafa verið skjalfest og þar farið yfir 1700 rúmlega 1700 stríð og það þegar þú skoðað þessi stríð og hversu mörg eru með trúarlegan uppruna þá kemst það þeirri niðurstöðu að aðeins 123 stríð í allri bókinni eru af trúarlegum uppruna og það þýðir að 7% af öllum stríðum í heiminum hafa verið af trúarlegum uppruna og 4% af þeim stríðum koma frá Islam og 3% frá öðrum trúarbrögðum. Þannig að þegar við horfum á þetta, 7% af öllum stríðum sem hafa gerst í gegnum mannstíðina eru trúarlegum uppruna, þá mjög erfitt að standa og segja að trúarbrögð séu orsakavaldur fyrir stríðum og ofbeldi í heiminum í dag út af því að meiri segja við horfum bara dauðsföll. Af þessum 7% af öllum stríðum sem hafa gerst, þessi 7% af þessum stríðum aðeins orsakavaldur fyrir 2% af öllum dauðsföllum í stríðum í mannkynssögunni. Samkvæmt Encyclopedia of Wars þannig að þegar fólk kemur og segir trúarbrögð það sem að heimurinn þarf að losa sig við út af það ástæðan fyrir öllu ofbeldinu og öllu stríðu og eitthvað svona það ekki satt, það engin grunnur fyrir þessari ásökun það engin grunnur til þess að standa á þessu og það sem mig langar að segja að mannshjartað notar hvaða afsökun sem til þess að framkvæma sinn vilja. Við sjáum þetta með kommunismann, drifið af, stór hluti af kommunismann trúleysi og við sjáum hvernig kommunismin drápu endalaust af fólki og það mjög mikið af fólki sem dó í gegnum kommunismann. Við sjáum seinni heimsstyrjöldina, við sjáum Pol Pot og Hitler, ekkert af þessu drifið af einhverju trúarlegu sjónarmiði. Það mannshjartað sem eitthvað það eitthvað að mannshjartanu og við leitum að afsökunum og hugmyndafræðum og heimspeki til þess að nota það sem afsökun til þess að gera það sem við viljum og þegar maður sér þetta að raunverulegt vandamál varðandi ofbeldi og stríð í heiminum í mannshjartanu þá verðum við að stoppa og spyrja hvað að og hvað svarið við þessu. Það hlýtur að vera eitthvað meira, það hlýtur að vera eitthvað meira heldur en bara við sem þurfum að sjá okkur út af við erum ekki að geta það. Við erum að drepa hvort annað og á sama tíma það sem að læknavísindin og lyf að þróast og við erum að hjálpa að bjarga fólki á sama tíma mannkynið að vera betur og betri að drepa fólk. Þannig að við erum að spyrja okkur stoppa að spyrja okkur hvað að mannshjartanu og ég segi bend á Jesú Krist, það allt hérna. Þannig að orsakavaldur stríða í heiminum að mestu leyti trúarbrögð? Nei, það maðurinn, það mannshjartað. Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með þá þið velkomið að skilja við komment við þetta vídeo og við einnig senda okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meira kirkjuna sem framleiðir þessa þætti þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomin hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.